Það búist við tölur þaðan geti borist fremur snemma í kvöld, en til dæmis á Egilsstöðum verða ekki birtar tölur fyrir en öll atkvæði eru talin. Og hér fáum við svo samantekt frá nokkrum stöðum út á landi. Ágúst Ólafsson tekur við. Hér nú glampandi sól og sól. Sól í heiði og sól í sinni. Stefán, nú þú búinn að starfa hér í kjörnefnd í mörg ár. Hvernig hefur þið fundist kosningabaráttan núna? Mér finnst hún að vera svona heldur róleg og ekki mikil barátta. Stundum hefur það nú verið öllu meira. En ég held að þetta gangi mjög vel fyrir sig. Veðrið gott og menn hljóta að mæta á kjörstað þeir sem á annar borð hafa einhvern áhuga fyrir bæjarmálum. Hvenær megum við fara að búast við fyrstu tölum hérna frá Egilsstöðum? Já, það geti verið svona 12-leytið. Þegar við erum búin að stemma af og allt gengur upp, þá þetta fljótt gert að telja og við birtum sennilega enga tölur fyrir bara allar í einu. Á Egilsstöðum fara nú fram bæjarstjórnarkosningar í fyrsta sinn. 938 eru á kjörskrá að þessu sinni, en í síðustu kosningum urðu framsóknarmenn hlutskarpastir í keppninu atkvæðin og fengu 3 menn kjörna. Sjálfstæðisflokkur fékk 2 menn, en Alþýðubandalag 1 og tapaði öðrum til óháðra. Verður breyting á bæjarstjórn á Egilsstöðum? Já, ég veit það ekki, ég hef ekki trú á því. Kjörsókn á Eskifirði hefur verið svipuð í dag og fyrir síðustu kosningar. Rétt fyrir klukkan 6 í kvöld hafði verið 54% þáttaka, en af 745 á kjörskrá voru 405 búnir að kjósa. Þórarinn Hávarsson, fréttamaður okkar á Eskifirði, tók nokkra þeirra tali. Viltu spá úrslit fyrir mig? Já, ég hef tekið grunna að sjálfstæðismenn þeir fái allan 2, Framsókn 2 og Alþýðubandalag fær 2 og svo sagði ég minna að Alþýðuflokkur fá 1. Já, ég spái 3 sjálfstæðismönnum, 2 Framsókn, 1 Alþýðu og 1 Alþýðuflokks og 1 Alþýðubandalags. Hrafnkell Jónsson, getur þú spáð úrslit kosningar fyrir mig? Nei, það get ég ekki. Útilokað.